Þetta er 28. október 2020. Það fyrsti dagurinn sem að ég svona tel þar sem ég vakna með ekkert í mér. Ég er komin út í meðferð 2007, sko. Já. Þú veist, og þá er ég komin á þann stað að, sko, að ég, fjölskylda búin að loka mig. Það gerist þarna í kjölfari, stuttu áður. Ég held að það gerist í maí. Ég reyna að harka af mér þarna sumarið. Og þá er ég bara farin að nota kókaín daglega og drekka með því, skilurðu. Og komin á þann stað, sko, að ég labba niður Laugaveginn og fyrir á Bæjarins Best og fæ frí í pulsuna. Já. Skilurðu, eins og margir fá. Og líka, sko, og þetta er svo fyndið að hugsa þetta, sko, líka til þess að, ég gerði það líka, sko, til þess að horfa inn gluggann og sjá fjölskyldunum minna að vera að vinna. Já. Skilurðu, og stundum fekk ég bara svona, Já. en þau lokuðu á mig. Já. Það var rosa vont. Já, ég trúi því. Alveg hrikalega vont, en svona, sko, in hindsight, þú veist, ég átti það skilið. Já. Ég var búin að haga mér alveg viðbjóðslega, sko. Þú veist, ég er búin að ræna fyrirtæki hans pappa, sko, og ég er búin að stela áfengi og peningum og þú veist, ég er bara búin að þakkláttur fyrir það að ég fái actually að vinna þar, skilurðu. Eftir allt sem ég er búin að gera, sko. Já. Þú veist. En ég fer sem sagt til Svíþjóðar 27. október 2020. Okay. Og, sko, ég hef farið þangað áður, en það mér fyndið, sko, að ég fór þangað þegar ég var 12 ára, en, sko, það var vegna þess að ég þekki konuna og mannin sem er reyndar látin, sem að ráku þessa meðferð. Já, ok. Voru þau Íslendingar? Já. Já. Og vinur minn var svona við það. Já. Og þau bjuggu þetta í Svíþjóð og ég fer þetta sumarið og við eyðum þarna, ég held að vera mánuður, sem að ég eyði með honum, og þetta er risa búkari, sko, þarna á þessu svæði, sko. Þannig að þegar ég kem þarna einhverjum, 28 ára seinna eða eitthvað, að ég fæ bara flashback, skilur, þetta var vá, þetta er miklu minna en við myndi, skilur, og ég er rosa þakklátur fyrir það að hafa farið í þessa meðferð vegna þess að, sko, henni svipar kannski svolítið til þessa format sem er í gangi á Krýsuvík og upp á, hvað heitir hún aftur? Vík? Nei, ekki Vík, Krýsuvík og það er dóttumur, kemur kannski eftir og að sko, þetta er í fyrsta lagi, sko, þetta er farið í sporin innan leynisamtakana og það eru svo spesialistar sem eru með þér, þú veist, það var til þess að mér þarna var þerapisti og ég náði svolítið bara svona að taka hana bakboka sem við töluðum áðan og bara skella hún á borðið og bara ég vil skoða þetta, skilur, og hvað ég get gert til þess að breyta því að þetta gerist ekki aftur. Og ég fekk alls konar tips og triks, skilur, og lagaði mig allan fram við það að breytast. Ég vissi það líka þegar ég fyrir þessa meðferð að ég hafði einhvern veginn aldrei gefið því séns, að droppa trúðunum og ég meina fyrstu 3 mánuðin þá grét ég bara, skilur, í öllum grúpum og allt, skilur, að því ég vildi svo mikið losa mig við það. Mér fannst ég vera svo fake, skilur. Þú hefur bara alveg komin á enda þá. Já, ég átti ekkert eftir, sko.